Í öllu brjálæðinu í lífinu missum við ofta fallegustu og mýkstu tónunum. Endalaust stress, vinna, draumar og heimilishald geta gert okkur heyrnarlaus fyrir blíðu hvísli ástarinnar. Í dag tölum við fjársjóð sem margir taka sem sjálfsögðum hlut, varanlega ást eiginkonunnar. Hér Mark fínn kall sem lagði sig allan fram í vinnunni og fyrir fjölskylduna sína. Hann vann myrkrana á milli, alltaf að pæla í framtíðinni, árangri og að skapa gott líf. En í öllum sínum stóru plönnum byrjaði hann hægt og rólega að gleyma litlum ástargjöfum Söru, konunnar sinnar. Hann kom heim uppgefinn, kinkaði bara kolli þegar hún sagði frá deginum, hugurinn enn í Excel-skjölum eða þéttum frestum. Hann gleymdi brúðkaupsdögum, fannst áhyggjur hennar vera smámál og leyfði hitanum í sambandinu að kólna í þægilegt en fjarlægt vannamynstur. Sara, sem var einu sinni svo lífsglöð og full af skemmtilegum sögum, byrjaði að draga sig í hlið. Hún kvartaði ekki, gerði engar kröfur, hún dofnaði bara hægt og rólega, eins og pera sem að gefa sig. Mark tók eftir breytingu, smá þögn þar sem áður var hlátur, smá fjarlægð þar sem áður var opin ástúð. Hann fékk óljóa tilfinningu að eitthvað væri að eitthvað vantaði, en hann gat ekki alveg áttað sig á því. Eitt kvöld eftir enn einn erfiðan dag satt Mark einn í stofunni, Sara farin að sofa. Hann tók upp gamla myndaalbúm, fletti í gegnum myndir af brúðkaupsdeginum þeirra, fyrstu ævintýrum og fæðingu barnanna. Hann sá glitrandi augu Söru, einlægt bros hennar, hvernig hún leit á hann með algjörri ást. Þá small þetta, hann hafði ekki séð þennan glampa í augunum hennar í langan tíma. Hann mundi hvernig hún skildi eftir litla miða, eldaði uppáhaldsmatinn hans án þess að hann bæði það og studdi hann í gegnum súrt og sætt. Hann mundi eftir spjalli við eldri samstarfsmann sem hafði sagt eitthvað á þessa leið: strákur minn, ekki láta leitina að gulli blinda þig fyrir demantinum sem þú átt nú þegar. Mark fattaði að hann hafði verið svo upptekinn af ytri hlutum að hann hafði vanrækt dýrmætasta fjársjóðinn heima hjá sér. Þetta kvöld sór hann þess hljóðlega í að breyta öllu. Morguninn eftir, í stað þess að flýta sér í símann, settist hann með Söru í morgunmat og hlustaði almennilega þegar hún sagði frá plönum dagsins. Hann kom með blóm handa henni, ekki vegna sérstaks tilefnis, heldur einfaldlega vegna þess að hann hugsaði til hennar og vildi sjá hana brosa. Hann byrjaði að gera smáverk sem hún sá vanalega bara til að létta á henni. Hann fór að horfa í augun á henni þegar hún talaði, að halda í höndina hennar á meðan þau horfðu á sjónvarpið, að þakka henni sérstaklega fyrir alla þá hluti sem hún gerði fyrir fjölskylduna. Hægt og rólega, eins og sólin rís eftir langa nótt, byrjaði ljósið í Söru að snúa aftur. Látur hennar fyllti húsið aftur, augun fengu glampan sinn aftur og hlýjan milli þeirra kviknaði á ný. Þetta var ekki skyndileg breyting, heldur hæg blómun, ræktuð af stöðugu, hjartahlýju átaki. Mark fann ótrúlega gleði í þessum samverustundum, dýpri frið og fullnægju en nokkur atvinnumaður árangur hafði nokkru sinni gefið honum. Hann var ekki bara að fá konuna sína aftur, hann var að enduruppgötva grunninn að eigin hamingju. Mark lærði að það að meta ást konunnar þinnar snýst ekki bara hennar hamingju, heldur að auka þitt eigið líf ómælt. Ást hennar stöðugu uppspretta styrks, huggunar og hvatningar. Það snýst að fatta að stuðningur hennar, þolinmæði, skilningur og nærvera eru ómetanlegar gjafir sem ekki hægt að kaupa eða skipta út. Að rækta þetta samband þýðir að gefa sér tíma, sýna þakklæti og alltaf minna hana á að hún séð, metin og elskuð. Ást hennar spegill sem sýnir þitt besta sjálf, örugg höfn í stormum lífsins og akkerið sem heldur öllum heiminum þínum stöðugum. Ekki láta hávaðan í heiminum yfirgnæfa fallegustu tónlistina í lífi þínu. Stoppaðu í smá stund í dag og gefðu konunni þinni þakklæti. Segðu henni hvað hún þýðir fyrir þig, sýndu henni það í verki. Ekki láta þessa ómetanlegu gjöf ástina hennar nokkur tíma dofna því hún lýsir upp allan heiminn þinn. Ef þessi saga snerti þig, endilega gefðu henni like og deildu henni með einhverjum sem þarf að heyra hana. Og fyrir fleiri hvetjandi sögur og pælingar sambönd, gerðu áskrifandi að Íselandi.